Herri, jæja, þá höldum við áfram í kafla 2 og núna ætlum við að kíkja á dæmi 2.4 til dæmi 2.9. Já. Herðu, ok. Þannig að kaflinn byrjar á því að það er eina myndband hérna sem þið skulle skoða, sem er mjög áhugavert og skemmtilegt. Mann sem lét gera alls konar tilraunir á sjálfum sér. En við erum sérst hérna að fara að vinna með hraðabreytingar. Hlutir er að breyta hraða sínum, auka hraða sinn, minnka hraða sinn. Og þannig að það sem er mikilvægt að muna hérna er að hraði er skrifað sem vaff. Grunneiningin er metrar á sekundu. En við erum líka með eitthvað sem heitir upphafshraði. Við þurfum alltaf að vinna með tíma að þá þurfum við ofta að skoða hvað er að gerast í upphafi. Hver er upphafsskilyrðin okkar. Og það er vaff og sem kemur hérna lítið 0. Þetta þýðir upphaf. Þetta litla 0 hérna því bara það er eitthvað að gerast í upphafi. Vaff er velocity. Og einingin þess er náttúrulega ennþá bara metrar á sekundu. Ok, þetta er að fyrst sem við þurfum að vita. Nú, þannig að ef að hlutur er að auka hraðan, við getum skrifað hérna hraðabreyting. Þetta jafngildir hröðun. Þetta er sami hlutur. Hröðun er bara að hlutur að auka hraða eða minnka hraðan. Og sem skrifa þetta fyrst á mannamáli hvernig hröðun er reiknuð út. Þannig að hröðun er þá breyting á hraða, hversu mikið jókstu hraðan eða lækkar hraðan, og þetta er deilt með tímanum sem það tók. Tími sem breytingin tók. Þannig að skiptir ekki máli bara að þú ert að auka hraðan ekki ákveð mikið, heldur skiptir mjög miklu máli hversu langan tíma tók það. En þetta er síðan líka til hérna á öðruvísi formi, tungumáli eðlisfræðinnar. Þannig að hröðun er skrifað sem A, getur hugsað eins og enska orðið fyrir hröðun er acceleration, þetta er A. Breyting á hraða, og getur mikilvægt breyting á hraða. Þetta þýðir ekki hraðin sem þú ert á, þetta er hversu mikið breyttist hraðin, hversu mikið jókst hraðin, og þá notum við þennan þríhyrning. Borið fram sem delta, þannig að þetta er delta vaff, breyting á hraða. Og þetta er deilt með tímanum sem það tók. Ok, þannig að tökum hérna dæmi, segjum að hérna að tökum þetta hérna dæmi hérna, sýndæmi 4. Hlutur byrjar í kyrrstöðu, það er að segja hraðin er 0. Eftir 5 sekúndur er hraðin komin upp í 20 metrar á sekundu, hver á hröðunin, og búið til gildistöflu síni hvernig hraðin breyttist fyrstu 5 sekúndunar. Ok, og byrjum bara því, skrifum bara jöfnuna fyrir hröðun. A er sama sem delta vaff deilt með T. Ok, og delta vaff, hvað er það? Jú, hann byrjar í kyrrstöðu og endar í 20 metrum á sekundu. Og þetta er delta vaff. Tíminn sem það tók er 5 sekúndur. Skrifum allar upplýsingar. Og þá getum við reiknað A-ið. Það er bara 20 deilt með 5 sem er 4, og þá kemur einingin. Og þetta er svolítið sérstakt. Þetta er 4 metrar á sekundu í öðru veldi. Þannig að tími hérna, sekundunar, er komið í annað veldi. Þannig að við getum hugsað þess að þannig að hraðinn, hann er að aukast 4 metrar á sekundu á hverri sekundu. Þannig þið takið eftir að sekundur er að komast fyrir tvisvar sinnum þegar tölum hröðun. Hröðun þýðir það, hraðinn er að aukast 4 metrar á sekundu á hverri sekundu. Þannig að þetta er sekundu hérna í öðru veldi.
Ok, gerir síðan hérna gildistöflu og á gildistöflunni þá erum við með hraða og tíma, þannig hérna er tími í sekundum og hérna er hraði í metri á sekundum og við vitum að þegar tíminn var 0 þá var hraði 0. Hvað gerist síðan eftir 1 sekundu? Þá þurfum við að skoða hérna þessa hérna tölu og sjá að það A er 4. Ok, hvað er A? A er breyting á hraða. Þetta er hröðunin, breyting á hraða. Þannig að það þýðir að hraðin eftir 1 sekundu er orðinn 4. Eftir 2 sekundur er hann komin upp í 8. 3 sekundur er hann komin upp í 12. Ég sé að hraðin er alltaf að aukast 4 metra á sekundu í hvert einskipti. Ok, kíkjum nú dæmi 4.5. Þannig hérna línur til hliðar sem sýnir hvernig hraði hluta breytist með tíma og það er fyrst spurningin að hvað er VAF 0? Þá þurfum við að vita að VAF 0 er eftir hvað, VAF er velocity eða hraði, 0 þýðir upphafi. Þannig að hérna erum við tíma, hérna er tíminn 0 og hérna 1 og 2 og svo framvegis. Hérna er hraðinn. Þannig að VAF 0 það er þessi hérna punktur. Hraðinn í upphafi og hraðinn á Lorentz. Þannig að sjáum við bara svarið er 2. Hvenær er hraðinn mestur? Þá bara skoðum við hvenær hann er mestur. Hann er mestur hérna á þessu svæði og þá er hraðinn 12 metrar á sekundu. Hvenær var hann mestur? Jú, hann er mestur hérna á milli 4 og 5 sekundur og síðan haldið þið bara áfram hérna gegnum þetta hérna. Á hvað tímbilum hlutin auka hraðan? Já, hann er auka hraðan milli 0 og 2 sekundur, þá er hraðan uppleið. Hann er líka auka hraðan hérna á milli 3 og 4 sekundum og hann er auka hraðan hérna á milli 7 og 8, þá er hraðan uppleið. Hann er auka hraðan milli 9 og 10, þá er líka hraðan uppleið. Og svo framvegis. Sjá. Dæmi 6. Hlutur byrjar kyrr en fær hröðina 5 metrar á sekundu öðru. Hver verður hraðinn hans eftir 6 sekundur? Ok. Þannig að núna þurfum við að skoða þessi henni jöfnuðast betur. Þannig að hérna vitum við að hröðunin er 5 metrar á sekundu öðru. Við vitum að tíminn er 6 sekundur og þá er spurningin hver er hraðinn eða hvað er delta VAF. Þá tökum við þessi jöfnu, endurskrifum hana. Við viljum einangra delta VAF-ið. Þannig að við viljum koma þessu t hérna yfir. Þannig að þá margföldum við t hérna megin, margföldum við t hérna megin. Þannig að þetta verður a sinnum t er sama sem delta VAF. Þannig að eina sem ég er búinn að gera frá þessu jöfnu yfir þessu jöfnu er ég búinn að einangra delta VAF-ið. Ég margfaldaði með delta t hérna megin, margfaldaði með t hérna megin, margfaldaði með t hérna megin líka. Og þá datt út þetta hérna t, það hverfur og t er komið inn í hinum megin. Þannig ég get skrifað að delta VAF er sama sem a sinnum t, delta VAF er sama sem 5 sinnum 6, sem sama sem 30 metrar á sekundu. Og að því að hluturinn byrjaði kyrr og breytingin á hraðanum 30, þá lokar hraðan líka 30. Í verkefni 2.8 þá er ég að opna hérna myndband og þetta er dragster keppni og keppni byrjar hérna eftir 9 mínútur og 15 sekúndur. Þannig þið eru að spóla áfram í myndbandinu og mikilvægt allar upplýsingar um hraða og tíma er að finna í myndbandinu. Þannig ætti að sjá hérna í myndbandinu eða þá ég man ekki hvort þessi textin fyrir neðan myndbandið að þá er allar upplýsingar. Og þannig að hérna er spurt hver er hröðunin milli 0 upp í 100 km/klukkustund. Hérna er allt í einu komin km/klukkustund. Þannig að við þurfum að taka þetta hérna og breyta þessu úr km/klukkustund yfir í metra á sekundu. Og
við tökum þetta, færum þetta yfir í metra á sekundu með því að deila með 3,6. Þannig þið þurfum að taka 100, deila með 3,6, þá fáið þið held ég 27. Þannig að það er hraðinn sem við notum. Þannig að þegar við erum að nota þessa hérna í jöfnu, að þá delta VAF, það er þessi aukningur hraða í metrum á sekundu. Ok, munið, T hérna, það er tíminn sem það tekur. Og það er sérstaklega mikilvægt hérna í hluta C, hver er hröðun milli 100 og 200 km/klst. Þannig að T er tíminn sem þú tekur að fara frá 100 km/klst. Yfir í 200. Passið ykkur, þetta er ekki tíminn þegar þú ert komin upp í 200, þetta er frá 100 upp í 200. Ok, skoða núna aðeins betur hvernig við finnum með reiknum hérna hraða svo mismunandi tíma. Við erum með hérna jöfnu, svona. Við erum með hérna jöfnu sem segir að hraði á einhverjum tímóti, það jafngildir hraðanum sem við byrjar á og síðan ertu kannski að auka hraðan, þá kemur inn hröðun og þú ert að auka hraðan í einhvern tíma og þá þurfa að margfalda með t. Þannig að hérna ertu komið hraði hlutar, hérna er hraði, hérna ertu með upphafshraði, og hérna er síðan hröðunin, þá ertu að auka hraðan og t hérna er tími. Ok, og þannig í sýndæmi 5 þá er bíll keyrir á ljósum en gefur sig í með hröðunina 2 metrar á sekúndu. Ok, strax hérna þegar við lesum þessu setningu, bíll er kyrr á ljósum en gefur sig í, þetta þýðir það að VAF 0 sé 0. Bíll er kyrr á ljósum, það þýðir að upphafsan er 0. Hann gefur í með hröðun, þá veitum við að A er 2 metrar á sekúndu öðru. Strax út frá þessari línu, þá getum við skrifað þessar tvennar upplýsingar. Búið til gildistöflu sýnir hvernig hraði bílsins breytist fyrstu 5 sekúndunar. Ok. Þannig að við erum með tíma og við erum með hraða. Þannig að þegar tíminn er 0 þá er hraði 0. Ef 1 sekúnda líður þá er hraðin komin upp í 2, af því að hröðunin er 2. 2 sekúndur þá er hraðin komin upp í 4. 3 sekúndur hraðin komin upp í 6. Þið sjá hérna aukning á hraða. Eða breytingin á hraða er alltaf 2. Þetta er A-ið okkar. Sem er 2 í þessu dæmi. Nú síðan er spurt hver er hraðin eða VAF eftir 17 sekúndur. Og þá getum við skoða þessu einu jöfnu. Ok, og VAF-ið okkar það er eitthvað spurningamerki. VAF 0 var 0, A-ið var 2 og tíminn er 17. Þannig að VAF hérna er þá 34 metrar á sekúndu. Í dæmi 2.9 þá er talað hérna að blettatígur getur náð hámarkshraðanum 30 metrar á sekúndum á aðeins 4 sekúndum. Hver er hröðun blettatígarins? Ok, hröðun það er svona. Þannig að tíminn er 4 sekúndur, delta VAF er 30 metrar á sekundur. Þannig það byrjar kyrr. Byrjar kyrrstæður nær 30 metrum á sekundu á 4 sekúndum. Hver er hraði þessi metrum á sekundu eftir 2,5 sekundu? Þá notum við jöfnuna sem við vorum að gera bara í sýndæminu. Og hérna er síðan spurt eftir hversu marga sekúndur er hraðinn 70 km/klst. Hérna þurfum við að passa ykkur. Hérna er kennarinn okkar að reyna að blekkja okkur, að reyna aðeins að koma okkur í setja smá gildri fyrir okkur. Við þurfum að breyta þessu í metrum á sekundu, það er að segja deila með 3,6 og síðan nota þá þessi einu jöfnu.
Þannig að þetta er 0. Þetta er þessi hraði hér, en bara í metrum á sekundu. Hröðunin er það sem ég finn út úr a-lið og t er síðan það sem spurt um.